Komdu sælt og blessað, kæra naut. Ég að taka hérna spil fyrir þig núna og 4 stokkum sem að ég búin að stokka og það bara efsta spilið sem að ég nota í hverjum stokki. Byrja á 2 efstu og tek síðan þessi 2 neðri á eftir. Já, kæra naut. Fyrstur kemur hérna gæi sem heitir Hilarion. Hann talinn hafa verið uppi á 4. öld og var mikill heilari. Þannig að þetta eru skilaboð til þín varðandi heilun. Ertu að velta fyrir þér að fara út á þá braut, að hjálpa öðrum með heilun eða fara að læra eitthvað því tengt. Og kannski þetta líka bara spurning að þú kallir inn til þín heilun frá þínum leiðbeinendum, englum, almættinu. Því þú hefur hérna englaspil líka. Þar sem að verið að tala að þú eigir að taka á móti því sem englar eru að senda þér. Nú fer það svolítið eftir því hverju þú trúir, hverju þú ert tilbúin að trúa, hvað hljómar fyrir þér. En englar eru allavega kunnir fyrir að heila fólk og hjálpa fólki á alla lönd. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið skilaboð það að heilun stendur þér til boða og að þér sé óhætt að nýta þér hana. Það að læra heilun kannski ekki alveg fyrir alla, ég veit það ekki. En ef það eitthvað sem kallar á þig, þá endilega kýldu á það og hlustaðu á hvað englarnir eru að reyna að segja þér að koma til þín. Þá ætlum við að kíkja á hin 2 spilin. Einstaklega falleg spilið þín, kæra naut. Það verið að biðja þig að halda til streitu því sem að þú vilt og standa með þínum skoðunum og ekki taka við eða gera eitthvað sem minna heldur en það sem þú telur þig eiga rétt á eða það sem þú telur þig eiga skilið. Það verið að benda þér á að setja mörk og sýna hugrekki í því að setja fram það sem þitt. Það geti verið í tengslum við það sem ég nefndi áðan, til dæmis að tengja þig einhvers konar hjálpendum og eða fara að læra heilun eða veita heilun til annarra. Stór partur af þessu getur líka verið það að þú ert heilandi kraftur í lífi einhverja annara án þess að þú áttir þig á því. Síðan hérna verið að tala þína leið eða þinn veg. Hér stendur, kæra almætti, hjálpaðu mér að treysta því að það plan fyrir mig sem nær miklu lengra heldur en það sem ótti minn og blekkingar mínar sýna mér. Það að segja, ef að einhvers konar ótti að halda aftur að þér, að þú þorir ekki að opna þig fyrir því góða sem að koma til þín,
eða viðurkenna fyrir sjálfum þér að leiðin þín sé ef til vill mun betri heldur en þér finnst þú hefur skilið, þá hér verið að biðja þig að kalla inn hjálp fyrir þig til þess. Þessi spil tala mjög vel saman og eru í raun og veru staðfesting á sama hlutnum. Og það að það eitthvað mjög gott og fallegt tilbúið að koma inn í líf þitt. Þú þarft að opna á það, þú þarft að trúa því að þú eigir það skilið og þú þarft að átta þig á því að leiðin þín ef til vill stærri og meiri heldur en það sem að þú hefur haldið hingað til. Og ef til vill á þessi orka eftir að gera meira fyrir þig heldur en þú hefðir nokkuð tímann trúa. Það að trúa á heilun auðvitað stór partur á því hversu vel hún virkar, því að með því virkjarðu þína innri heilunarhæfileika. Leiðin þín ef það eitthvað að marka þessi spil, þá hún mjög falleg allavega og litrík. Og þú mátt alls ekki detta í þá gryfju að gera málamiðlanir með eitthvað sem að þú vilt í þínu lífi. Þú þarft að vera opinn og móttækilegt, kæra naut. Annars vil ég bara ráðleggja kannski að pása þetta vídeó smástund og velta fyrir þér myndunum og hvað þær segja þér og hvaða skilaboð þú fær til þín af því sem hér stendur með þínu eigin innsæi. Það oft bara stór partur af svona lestrum að það að virkja sitt eigið og sinn eigin skilning á skilaboðunum sem að koma og ekki eingöngu bara hlusta á þann sem að lesa. Ok, kæra naut, þá ætla ég bara að þakka þér fyrir í bili. Gangiði vel með þetta, ljós og kærleikur.